Heil og sæl, kæri hlustendur og verið velkomin í þennan þátt. Ég fekk til mín hana Þorbjörgu Hafsteinsdóttur sem náttúrulega bara hafsjór fróðleiks varðandi heilsu. Búin að starfa við þetta í hátt í 40 ár held ég. En hún og ég, við ræddum til dæmis ótímabæra öldrun, streitu, hormón, mýtur í mataræði, breytingaskeið kvenna, sykurfíkn, mikilvægi styrktarþjálfunar og svo veitir hún alveg ótrúlega góð heilsuráð. Og við ræðum margt fleira, þannig að þið getið látið ykkur hlakka til að hlusta á þetta viðtal. En ég hvet ykkur líka til þess að kíkja á heimasíðan hennar, thorbjörghafsteins.is, ef þið viljið skoða meira það sem hún hefur upp á að bjóða. Hún með alls konar námskeið, hefur skrifað bækur og hefur hjálpað rosalega mörgum að bæta heilsuna sína. En daginn þá fór ég sjálf í viðtal í heilsuhlaðvarp Lukku og Jóhönnu og það alltaf svolítið öðruvísi að sitja hinum megin við borðið og vera ekki sú sem spyr spurningana. Það var mjög skemmtilegt og ég ákvað bara að koma til dyranna eins og ég klædd og bara gjörsamlega opna mig berskjalda mig, þannig að ég vona að það viðtal hitti í mark hjá ykkur og það geti hjálpað ykkur eitthvað með ykkar heilsu eins og þættirnir mínir hér. En þær eru með rosalega marga góða þætti, þær Lukka og Jóhanna. Þannig að ef þið eru ekki búin að kynna hlaðvarpinu þeirra, þá hvet ég ykkur til þess að kíkja líka á það. En mér langar auðvitað að þakka mínum diggu samstarfsaðilum sem gera mér kleift að bara koma þessum frábæru þáttum til ykkar hlustenda í hverju mánuði. Og fyrst og fremst ætla ég að nefna Virkja sem magnaður markþjálfaskóli sem ég hef mjög oft nefnt og ég hvet ykkur til þess að hlusta á heilsumóla númer 25. Þar getið þið fengið mjög góða kynningu á hvað markþjálfun og líka á þessum skóla og fyrir hvað Virkja stendur. Og af hverju ég var svona ánægð með þetta. Síðan heilsuvara mánaðarins hjá heilsuhillinni, það Biokult. En þarmaflóran gegnir gríðarlega mikilvæg hlutverki í heilsufarinu okkar eins og við Þorbjörg ræðum aðeins í þættinu. Hvort sem að ræða líkamlega eða andlega heilsu, þá hafa rannsóknir sýnt fram á að þarmaflóran gegnir þar rosalega stóru hlutverki að því að samspil þarma og heila, þess að kalla gut-brain axis, svo ótrúlega mikilvægt og getur ójafnvægi í þarmaflórunni þá tengst ýmsum kvillum í bæði heila og taugakerfinu. En til þess að viðhalda heilbrigðri flóru þá mikilvægt að tileinka sér hollt og gott mataræði en ásamt því hægt að taka reglulega inn góðgerla í formi bætiefna með það að markmiði að koma á jafnvægi og styrkja þarmaflóruna. En Biokult býður upp á 5 hágæða vörur sem ég ætla að kynna á Instagraminu mínu heilsuerlu á næstu dögum. En það Everyday, Migrea, Candea, Cyan og Mind. Og það geta því allir fundið eitthvað við sitt hæfi, einhverja góðgerla sem að henta þeim. Síðan langar mig að nefna Þín fegurð snyrtistofu sem á annarri hæð í Firðinum í Hafnarfirði. En þetta alhliða snyrtistofa sem býður bara upp á allar helstu snyrtimeðferðir. Og ef þú ert á leiðinni til útlanda í vor eða sumar, þá langar mér svolítið að mæla með smá haxi innan gæslappa, eins og úlingarnir segja. Ég mæli með að kíkja til þeirra í brúnku. Þetta svona falleg brúnkusbrautun sem að endist vel. Ég hef farið 2 svar og hrikalega ánægð með útkomuna. Þetta ótrúlega bara fallegur og jafn litur, mjög eðlilegur og svona heilbrigður. Ég hef alltaf valið næst ljósasta litin. Og ég nefnilega ekkert mikið fyrir að vera í sólinni og þá rosalega næs að geta bara valsaði með stuppisum eða pilsi á þess að vera bara eins og endurskinsmerki eins og ég og kannski fleiri Íslendingar eru. Án þess að þurfa að skemma húðina með sólargeislunum. Síðan að lokum þá það Spíran sem dásamlegur veitingastaður í Garðheimum fyrir ykkur sem ekki vitið. Hann staðsettur við Álfabakka í Reykjavík. Þetta fjölskylduvænn bistróstaður sem leggur áherslu á hollan og góðan mat, gerðan frá grunni úr gæðarhráefni. Ég mæli að sjálfsögðu með því að þú prófir heilsusalat heilsuerlu við fyrsta tækifæri.
En í því ásamt kál og spínati kjúklingur, það avókadó, það egg, paprikagúrka, ristaðar kjúklingabaunir, kasjúhnetur, fetaostur og granatepli. Ásamt náttúrulega bara guðdómlegri bleikri hindberjadressingu sem að ég og Rúnar kokkur töfruðum fram af því að hann náttúrulega snillingur. Svo svona í blálokinn þá langar mig að segja ykkur frá því að konukvöld heilsuerlu í bígerð verður haldið á Spírunni í sumar eða haust og þið getið farið að láta ykkur hlakka til. Þetta verður fræðsla, skemmtun og góður matur og það náttúrulega aldrei leiðilegt þegar margar konur koma saman. En þá ætla ég bara að leyfa ykkur að hlusta á þetta frábæra spjall. Gjörið svo vel. Í dag fáum við að kynnast einni af þeim sem hefur ávallt verið á undan sinni samtíð í heilsugeiranum að mínu mati. Og hún hjúkrunarfræðingur, næringarþerapeuti og ein helsta rödd landsins í heilsueflingu og mataræði. Hún hefur fylgst með lífstíl og heilbrigði Íslendinga í áratugi, rannsakað hvað virkar og hvað virkar ekki. Og hún veit að heilsan byrjar ekki bara í eldhúsinu eða líkamsræktarsalnum, heldur líka í huga okkar og daglegum venjum. Þetta ekki allt saman satt og rétt? Þorbjörg Hafsteinsdóttir. Jú, þetta allavega mjög nálægt því. Og ég veit að þá má bæta mörgu við þetta, sko, en að ég segja þér, þetta var gervigreindin sem hjálpaði mig með þetta. Þetta gervigreindin, já. Ég ákvað að prófa það í fyrsta sinn, einhvern tímann verður nú eitthvað að vera fyrst. En skemmtilegt. Það ekki? Jú. En við munum vonandi bara fá að kafa hún í þína reynslu í dag og læra af þínum bara lærdómi og fá ráð sem hlustendur geta nýtt sér til þess að taka stjórn á eigin lífi. Það kannski svona pælingin, en bara vertu hjartanlega velkomin. Kæra þakkir og takk fyrir að bjóða mér. Já, bara yndislegt og mér finnst alltaf bara svolítið gaman að fá að heyra svona bakgrunn og sögu. Hver konan? Hver Þorbjörg? Hver konan? Konan Þorbjörg Hafsteinsdóttir og ættuð úr Aðalvík, Sæbóli í Aðalvík, Hornströndum, sem ég mjög stolt af. Já, það ekki? Jú. Og það í móðurætt og ég fædd og uppalin í Reykjavík, ef við fórum alveg í smávætri. Bara gaman, já. Og flutti eiginlega mjög ung til Danmerkur, ég var 19 ára gömul. Kannski var ég eitthvað yngri, en ég held ég að vera 19 eða 20 ára gömul, það var allavega 1. mars 1979. Vá. Já. Þannig að þau eru orðin mörg árin í Danmörku. Ég með einhverjar, mentanir, hef mentað mig sem hjúkrunarfræðing í Danmörku. Allt sem ég hef gert í sambandi við það, næst því allt, náttúrulega þar. Þannig að ég menntaði mig sem hjúkrunarfræðingur þegar ég var búin að eignast mín 2 fyrstu börn, þannig að ég fór svolítið seint af stað í menntunina, að mennta mig. Svo var ég varla búin í því námi þegar ég fór í næringarþerapistan sem var alltaf markmiðið mitt, þess vegna tók ég eiginlega hjúkrunarfræðina fyrst til þess að fá góðan grunn og fór svo beint í næringarþerapistan sem var líka eitthvað 3 ára nám og fór svo strax að vinna sjálfstætt sem næringarþerapisti, næringarráðgjafi. Af hverju hafði þetta kallað svona mikið á þig? Þú sagðir að alltaf vilja fara í þessa næringarþerapíu. Þetta kallaði á mig, það var, ég man eiginlega alveg eftir þessari atviki sem gerði það sem kveikti svona í mér og ég ákvaði þetta. Þá var ég á fyrirlestri hjá konu sem svo átti eftir að verða kennarinn minn í næringarþerapistanum og hún alveg stillingur, var það og það enn og svona langt á undan sinni samtíð í sambandi hvernig hún tengdi líkama og heilsu og upptök sjúkdóms og heilbrigðis, fór mjög djúpt í frumur og líffæri og alla þessa bíókemíu sem bara heillaði mig. Og hún var að ræða
á þessum fyrirlestri voru hún að ræða krabbamein og mataræði. Og sem ég eiginlega aldrei hafði neitt skipt mér eitt þannig að ég hefði engan sérstaklega áhuga á því á þessu tímamóti. En fór þarna inn og það var bara áhugavert efni og þetta átti hugminn allan. Þegar ég var búin að hlusta á hana, það var ég alveg staðráðin í því að ég vildi bara vera eins og hún. Eða ég vildi allavega læra það. Já, ég var ung. Já. Og svo liðu nokkur ár, en ég ákvað svo, eins og ég segi, fara fyrst í hjúkrunarfræðina. Ég átti börn, mínu fyrstu 2 börn og fór svo í næringarþerapíuna og svo ég eiginlega búin að vera að vinna í þessu síðan. Það hafa bæst einhverja menntanir ofan á því ég alltaf að mennta mig og alltaf að gera eitthvað betur. Þetta bara svo spennandi að það gerist svo mikið á bara henni svona alþjóðlegu heilsusenu. Þannig ef maður vill fylgjast með og vera góður í sínu starfi, þá verður maður að fylgjast með því sem að gerast, svona, nýjum rannsóknum og nýjum trendum og það sem á döfun, það sem fólk að tala Og já, þannig að ég búin að vera að gera þetta og kenna og skrifa bækur og bæta við mig menntunum og bara skemmtilegt. Og þú hefur gefið út bæði bækur á dönsku og íslensku eða hvað? Já, fyrsta bókin mín kom út 2007 í Danmörku hjá Politikens Forlag sem það stærstu útgáfum í Danmörku og það vildi þannig til ég hafði skrifað, það var blaðamaður sem hefði samband við mig efni sem ekki margir voru að tala á þeim tíma og sem fjallaði eðlilega öldrun og ótímabæra öldrun sem að ég var eiginlega svolítið heilluð af. Það var ég nýbúin að vera á ráðstefnu í Bandaríkjunum sem ég gerði mikið á þessum árum til þess að auka þekkingu mína og verða fyrir blástri og svo framvegis. Þetta sem kannski í dag heitir longevity á ensku. En aðeins samt flóknara á því tímabili. Þannig það var tekið við mig viðtal í stóru dagblaði og í kjölfar á því þá hringdi Politikens Forlag í mig og spurði hvort ég vildi skrifa bók. Og sem kom algjörlega flatt upp á mig. Ég var ekkert að hugsa skrif eða bækur en þegar hann kynnti mig fyrir þessu, þá bara fannst mér þetta alveg tilvalið og mjög spennandi. Ná til fleiri. Já, og bara gaman að skrifa. Þannig að ég skrifaði 10 år yngre på 10 uger, eller 10 år yngre og 10 vikum. Og sem að hitti beint í mark á þessum tíma. Og var alveg 5-föld metsölubók og var þýdd yfir á 5 tungumál. Í alvöru? Já. Hefur nú verið þýdd yfir Ísland? Já. Ég hafði samband við, eða hvort það var öfugt, ég man það ekki, en allavega þá kom hún út hér og það var bara árunni eftir, held ég, 2008. Og þannig að þetta svolítið kúlt bók. Það líka bókin sem ég eiginlega stoltust að hafa skrifað. Ég búin að skrifa 8 bækur í allt. Og því að hún bara gerði svo mikið, hún var svo mikið undan sinni samtíð að það mest af því sem að þessi bók fjallar í dag, alveg, þú veist, ennþá í gildi nema nokkur atriði sem að ég get ekki skrifað undir lengur. Hver svo, það rauður þráðurinn í bókinni? Svona, þú veist? Rauður þráðurinn í þessari bók og eiginlega þá var þetta svolítið rauður þráður í þeim bókum sem eftir fylgdu. Af því að ég mjög upptekin af því að mér finnst það bara mjög áhugavert að við getum haft áhrif á líkamann í sambandi við það hvernig hann eldist, hver hratt hann eldist eða hvort við getum hægt á þessum hraða og sem við getum. Bara með heilsuvenjum? Með heilsuvenjum, með mataræðinu og með bara lífsstílnum. Mataræði náttúrulega ekki allt þó að skipta alveg rosalega miklu máli. Það náttúrulega margt annað sem hefur áhrif á okkar heilsu og heilsufar og þessa heildrænu nálgun á því sem ég hef. En
En það svo skemmtilegt að það áhugavert hvernig við getum með því og alls konar biohacks eins og það heitir í dag, hvernig getum haft áhrif á hver fljótt frumurnar skipta sér. Þannig að þær eiga sér bara ákveðin líftíma og þegar þær eru búin að deila sér eða skipta sér, segir maður á íslenska það ekki, já, skipta sér í einhvern ákveðin fjölda sem svona milli 60 og 100, þá annarkvort deyja þær alveg eða hálfdeyja og verða að svokölluðum zombiefrumum sem ég kalla það, sem vafra þarna bara líkamann, þú veist alveg bara stefnulausar, hafa enga þýðingu, gera ekkert gagn en eru samt að búa til bólgur í líkamannum. Og bólgurnar mitt rauði þráðurinn í sambandi við ótímabæra öldrun og margt annað náttúrulega. Það svo margt sem tengist ótímabæri öldrun, maður ekki svona kvillar og sjúkdómar og þessu svona vestræn sem við kallum kannski vestrænu sjúkdóma. En við getum sem sagt, og þetta eru góðu fréttirnar, dreigð úr hraðanum á þessari skiptingu, þessari frumiskiptingu. Meðal annars með mataræðinu, með hreyfingu, með huganum og róa sig og streitustjórnun og kuldanum og hitanum og svo einhverjum ákveðnum bætiefnum eða markvissum bætiefnum. Þannig að þetta svona svolítið stór pakki. Ertu með einhver svona topp 3 ráð fyrir hlustendur sem að þeir geta tileinkað þess sér? Eða þarf þetta bara alltaf að vera í heildina? Nei, sko, það náttúrulega best með heildina, en auðvitað þá byrja maður einhvers staðar. Og maður þarf aldrei að taka neitt allt í einu. Þetta bara lífsstíll og það bara tekur þann tíma sem það tekur að tileinka sér þennan lífsstíl. Það náttúrulega svo margt til sem maður getur gert, en allavega það sem ég að kannski mæla með, að líkaminn hann bara aðlaga sig í þeim skrefum sem þú tekur. Svo fremur sem þú tekur stefnuna fram á við og ekki alltaf aftur og við, þú veist, 2 skref aftur og bak og bara 1 áfram. Þannig að það þarf eitthvað svona, þú veist, það ástundun, þetta svo jógað, svo verið jógatíma. En 3 ráð og að því að sko, það sem áhrifaríkasta ráðið í raun og veru, og ég held að fólk sé kannski orðið svona þreytt á að heyra mig segja það, en það sykurinn og sem bara allt í lagi að heyra oft hvað hann nú getur verið að gera mikinn usla í líkamannum. Hvað hann að gera? Ég menn það sko fyrir það sem ekki vita. Já, sko sykurinn sem bara bæði þessi sykur sem við verum að borða beint, bara að ekki kannski beint að skilgreina en að útskýra það sykurinn sem við verum að borða beint, til dæmis við verum að borða salgæti og alls konar nammi og sykrað gos og allt þetta, svona beitsykur sem fer bara beint inn í blóðið, það ekkert eins og meltan. En svo líka sykurinn sem viðbættur, þú veist, alls konar vörum, sem við kallum bara viðbættan sykur, sem bara í öllu. Það laumað í allt. Það bara laumað í allt, þetta ótrúlega áhugavert þegar maður svona fyrir að lesa innihaldslýsingarnar og maður held kannski að maður sé að kaupa upp á eitthvað hollt, sko, þetta nú kannski stendur eitthvað orkubiti eða próteinbar eða eitthvað svoleiðis skilur eða fituskert, jafnvel, og þá bara, þú veist, thumbs up, já, ok, tek þetta, gleymir kannski lesa innihaldslýsinguna og það fullt af sykri í þessu, viðbættum sykri, eða sterkju, sem á ensku heitir starch og sem gerir nákvæmlega sama í líkamanum eins og viðbættur sykur gerir. Þannig að þetta bara að hætta þessu og varast þessu, allavega minnka það verulega. Kannski hætta aðeins og gróft, svona fyrsta skrefið, of kröfuhart frá mér, en að minnka það allavega. Kannski segja, ok, bara helgar og ekki dagsdaglega. Kannski byrja þar. Og númer 2 væri að kíkja líka, ef við menn þá í mataræðinu, að það væri þá að kíkja á þessar gjörunnu fæðutegundir. Það sem við kallum þetta ekki? Jú. Sem náttúrulega eru skelfilega líka og þær eru líka út allt og við ekki hugmyndum hvað í þeim, það ekki alltaf innihaldslýsingar á skyndibitum eða þú veist sem erum bara svona grípa í hingað og þangað
En við getum næstu verið vissum það að það sem við erum að grípa í á þeim stöðum sem við erum að grípa þetta í, og sé fara eitthvað móðgu ykkur, eða bara, þú veist, þessar einföldustu lausnir sem eru í stórmörkuðunum, af því að nú að flýta fyrir og við höfum ekki tíma til að búa til mat, eða þú veist, það er á mikið að gera og eitthvað þar skilja það, skiluru, en samt ekki. Og þetta fullt af þessum bæði viðbættum sykri, mjög lélegum olíum, fræolíum sem eru mjög skaðlegar fyrir líkamann. Þetta er bara, þú veist, ef þú vilt borða oxun, eins og það heitir, ef þú vilt borða riðið, eins og til dæmis undir bílum eða á hjólum sem hafa fengið leyfi til að standa út í rigningunni, þú veist, allan vetur og ekkert notað, og fyrir að ryðga, og þetta gerir líkaminn okkar líka og býr til svo kallaða oxun. Og þannig ef við viljum það, getum við eins og bara fá sér bara, þú veist, ryð í flösku, bólgur á flösku. Þannig að þessar svokölluðu omega-6 fitusýrur sem að leynast allstaðar, sem eru svona unnar sólblómaolíur og repjuolíur og sojaolíur og pálmaolíur og þú veist, allir þessu pakki. Og viðbættur sykur og ykkur efni sem búið að setja þarna inn líka og alls konar bara, ekki satt. Þetta náttúrulega ekkert mannamatur, en svona það. Þannig að þetta væri góðu punktur að kíkja á líka. Bara þetta tvennt, að þá þarf eiginlega ekkert nummer 3. Eins og þetta svo áhrifaríkt, bara losna við þetta. En nummer 3, en náttúrulega fá kannski meira hreyfingu, sko, út að labba. Það þarf ekkert að vera neitt rosalega mikið til að byrja með, bara út að labba. Og svo bæti ég alltaf náttúrulega ofan á kröfurnar þegar maður komin með þetta. Þetta eins og að fara að lyfta, ekki satt. Þegar maður byrjar að fara í gymmið, eða hvað maður nú gerir það, eða bara sína ein líkamsþyngd, eða maður byrjar kannski að lyfta á lóðum, þá náttúrulega byrjar bara á þeim lóðum sem hún getur lyft. Kannski það bara 4 kíló, og ástundin gerir það, og svo getur það farið í 5 og 6 og 7 og 12, 16. Ég snatcha 16 kílóum í dag. Vel gert. Já, það hefur vel gert, kona á mínum aldri. Já, dásamlegt. Einmitt, styrkur alltaf bara þetta mikilvægasta sem við getum gert núna. Styrkurinn svo mikilvægur og það verður, sko, það verður alveg mjög ljósara eftir því sem ég eldist hvað það hefur rosalega mikið að segja. Og það konur sem á svona mínu skeiði sem ég svona að tala við og sem eru líka að hreyfa sig. Og þú veist, og svolítið uppteknar að nákvæmlega þessu. Þú veist, þetta bara það sem heldur, sko, þeim gangandi, eða okkur. Ég segi ekki bara, en þú veist, með mataræði líka, en það helst alveg rosalega vel í hendur, en styrkurinn í vöðvanum svo rosalega mikilvægur. Vöðvarnir eru líka eins og líffæri. Já. Já. Það eins og svampar. Já, og sambanda milli vöðva og heila. Og þetta svolítið nýja rannsóknir með hvernig þessi tenging á milli heilans og skilabúðan sem þar fara á milli. Þegar við vitum alveg með hormóna, þetta eru sendibúðar og sem segja alls konar upplýsingar og taka á móti upplýsingum og fara með þetta áfram út allan líkamann. Þannig að eins gott að pósturinn sé í lagi, ég getur komið bréfum til skila og hormónarnir skilja þetta sem stendur í bréfinu og allt það. En þú veist, en vöðvarnir eru það líka. Vöðvar og ónæmiskerfið, vöðvan og heilinn, minnið, þetta alveg skýr samskipti þarna. Man líka búin að, mér finnst sko áherslan á heila heilsu, það svo miklu meiri vakning þetta og skilningur hvað hann skiptir miklu máli heila heilsan og hvað þetta, eins og þú segja, hreyfing og matræði hefur mikil áhrif á heilan. Já. Miklu meira en við heldum. Og sem betur mitt verið að tala miklu meira þetta og meðvitun heila heilsu orðin mun meiri heldur en hún var bara fyrir 5 árum síðan. Það skiptir svo ótrúlega miklu máli og það sem að getur gerst í heilanum, ekki satt. Þannig að talað oft sko heilabilanir að það getur verið bara þessi sykursýki 3. Að við höfum í raun og veru frumurnar eru bara orðnar þannig, það hættir að starfa og þetta tekur náttúrulega mörg ár að myndast. Nákvæmlega. Þetta eins og
já, Alzheimer einmitt, það er talað hann, kannski ekki beint svona kannski alveg opinberlega þannig, jú, í sumum reitum er það, eða kallum við það einmitt diabetes 3 eða sykursýki 3 og sem í raun og veru, sko það alveg það sama eins og sykursýki 2, það að segja valdurinn að því sá sami sem er bólga og bólga af völdum því sem við vorum að tala áðan. Það mataræði skiptir þarna máli. Þú veist, sykurinn, viðbættur sykur, þessar lélugu fitur og skortur þá náttúrulega á líka góðum fitum sem næra heilan. Heilin er jú bara fita, bara fituklumpur, en þvílíkur klumpur. Og alveg, og góðu fréttirnar að það líka hægt að snúa þessu, sko, að hluta tilbaka. Þegar maður svona svona kannski þessi byrjunar örðuleikarir eða byrjunar einkenni í heilanum, heilabilun kallaður það eða elliglöp eða hvað sem í raun og veru og líka þessi svokölluðu neurodegenerativ sjúkdómar sem ég kann ekki alveg að segja á íslensku. Það, sko, ég myndi aldrei láta neitt segja mér það ekkert hægt að gera. En svo kannski hafa þeir ekki prófað mataræði, hreyfingu, svona, þú veist, hagnýt læknisfræði nálgunina á því. Streituminnkun líka. Streituminnkun og streita náttúrulega svo margt, sko, ekki satt. Og það vond streita, þessi viðvarandi streita sem að hefur áhrif á heilan. Heilin tekur á móti þessu öllu. Þú veist, þú eru að reyna að vinna úr þessu öllum þessum input og öllum þessum, þú veist, þú eru áreiti og upplýsingum sem það stöðugt að fá. Hardræfið orðið alveg yfir fullt, sko, þarf að stækka allavega minnið eða gera eitthvað, hreinsa tölvuna. Já, og þetta hefur áhrif, þú veist, það fara hérna ákveðin svona samskipti af stað í líkamannum eða í heilanum. Hann fara allar þessu upplýsingar, hann finnur það er einhver hætta á ferðinni eða hann les það og sendir áfram hormóna út allt þess sem fara til nýrnahettana og þeir leysa út kortisólið, langtíma streituhormón og svo bara heldur þetta áfram að keyra. Þannig það ekki bara heilin, það allir líkaminn. Sem að verður undir bara, þú veist, fyrir árás næstu því og smá hruni. Og þetta verður svo neikvætt, þannig að það alveg hægt að stoppa þetta. Með því aðeins að hugsa sig þú veist, hvað það sem af hverju verð ég fyrir þessu rosalega áreiti, eða skoða þú veist ástæðurnar, það eitthvað sem hef ég alltaf mikið að gera, þarf ég ekki að forgangsraða, þarf ég ekki að finna mér einhverja leið til þess að róa mig, fara í jóga eða stunda hugleiðslu daglega, minnka við mig eða gefa öðrum ykkur verkefni, það ekki kannski gera allt sjálf. Kannski það breytingaskeiði hjá konu sem hefur áhrif þetta, ég veit það ekki kannski, ég veit það getur gert það líka. Það eru margar ástæður fyrir þessu, en mataræði klárlega eitt af þessum sem allir geta gert eitthvað í. Og allir geta breytt eitthvað í sambandi við hreyfingar stundun. Þetta aðgengilegt fyrir alla og það eru góðu fréttirnar. Þetta virðist vera samt svolítið erfitt, þú veist, það eins og fólk viti hvað á að gera en það gera það ekki. Nei, hver heldur að sé að lesa hvernig skildi það vera? Það stærsta spurningin, sko. Já, það sko, ég held að þetta sé rosalega margt sem að í þessu. Ég held að þetta sé uppgjöf fyrirfram, eða fyrirfram uppgjöf, vegna þess að maður heldur þetta sé alveg ótrúlega erfitt. Þetta sé eitthvað ógerlegt og að ég get allavega ekki gert þetta. Sem þau eru kannski búin að heyra, maður er kannski búin að lesa, maður þarf að gera svo ofsalega margt og maður þarf að vera tilbúin til þess að fórna. Og spurningin má það kosta það sem það kostar til þess að mér líði betur. Og það getur við komið með alls konar svona sálfræðilegar
kenningar eða sálfræðilegar útskýringar á því akkur að kannski maður endar það þegar maður virkilega fer að kryfja þetta ekki og ég er ekki þess virði. En það er komið svolítið ofan í sálfræðina með það og kannski líka í sambandi við bara svona, þú veist hvað maður segja, meðvitundina sem er mig sem persónu. Þú veist, hvað er ég færum? Þannig ég held að þetta sé, þú veist, að búin að ímynda sér það. Þetta er ekki hægt, viljinn, viljastyrkurinn, svo er það náttúrulega líka bara ákveðin svona, það sem gerist í heilanum, svokallað svona dópamín-effekt, þegar fólk er að fá verðlaun eða upplifir það að fá verðlaun og sælu þegar það er í þessari óhollustu, þú veist, fá sér nammi á kvöldin og Netflix, þetta er náttúrulega það besta sem til í heimi fyrir marga og gefur þessa tilfinningu af eitthvað öryggi, sælu og jafnvel svona gleði í einhver tíma, sem er eiginlega mjög skammvinnur, en sem að maður getur orðið háður af. Algjörlega. Þessari tilfinningu og svo held ég bara líka, maður getur alveg orðið háður bara svona líkamlega og andlega af sykri. Og sem ég hef séð, já, mínu fólki gegnum þessi, hvað er það, 35 ár. Já, og svo held ég bara líka að maður geti spilað þarna inn í að margir veit ekki hvað þeir eiga að gera, hvað þeir eiga að byrja. Ég held að það sé nefnilega það er ekki alltaf nóg bara að taka út sykurinn, þú veist, af því að það verður að koma eitthvað í staðinn líka. Akkurat, það er nefnilega málið. Já, það er svo þegar fólk er að tala um já, og ekki gervisæta. Og ekki gerfi, jú, það fer aðeins eftir hver hún er. Alls ekki aspartam og allt það. En þetta er svolítið svona svipað og segja, já, ég er svo rosalega holla því ég er grænmetisæta. Og svo þegar maður verður svona að fara hún í kjölinn og því hvað fólk er að borða sem grænmetisæta. Þú veist, það er mjög oft mjög hollt, en líka mjög oft mjög óhollt. Gjörunnið og eitthvað. Já, já, allt mjög gjörunnið og skrítið. Þannig að að bara vera sykurlaus er ekki alveg nóg. Þannig að það þarf að bæta upp þessu tapi í heilanum, sko, hvað á ég þá að finna verðlaunin mín og hvað á ég að finna, þú veist, að því að það er alltaf verið að kalla á sykur og hann fær ekki neitt. Það er að róa hann heila með ykkur, þannig að haldi ekki alltaf áfram að kalla. Dópamínið alveg brjála, þú veist. Þannig að fólk þarf bara að finna sitt. Hvað róar það? Það þarf að bæða að finna sitt og það er líka að borða meira próteinum, borða meira góðri og hollri fitu til þess að, svona líffræðilega, til þess að setja dempara át allt saman. Og fá bara, þú veist, nægju sína annar staðar frá, svona matalega. Það svínvirkar og svo finna, eins og þú segir, umbunina annar staðar frá, eða þú veist, dópamín-effektið annar staðar frá, sem getur einmitt verið getur verið svo margt, það getur verið kalt bað, það getur verið hreyfingi náttúrulega alveg frábær hvað það varðar. Fara í sána, róa sig, hugsa, draga andan, slaka á. Það getur verið svo margt nefnilega. Ég held það. Sko ég, mér finnst alltaf gaman að spyrja viðmælendur mína, hvað er heilsa? Af því að svo gaman að fá ólík svör. Ég veit þetta er stór spurning, en hvað er það svona fyrsta sem að þér dettur í hug þegar bara, þú veist, einhver spyrir, hvað er heilsa? Já, sko ég held að grunnurinn í heilsu og heilbrigði, þetta er náttúrulega svolítið einstaklingsbundið. En ef maður getur svona generalisera það svolítið, hvað þetta var algjörsletta. Já, þú ert búin að búið þetta mörgir 40 eitthvað. En þá held ég að það liggur við að aðeins að taka smá Maslow á þetta. En ég held að öryggistilfinning sem mjög mikils partur af heilsunni. Þannig að maður upplifir sig öruggan þar sem maður er í því umhverfi sem maður nú er í. Það er bæði þú veist, umhverfi sem er heimilisaðstæður, það er líka umhverfi í sambandi við það, þú veist, hvaða tengsl hef ég,
hvernig tengsl eru það á milli fjölskyldu, vina, eru þau góð eða eru þau slæm, fjárhagsöryggi, held að öryggið í heiminum og bara í því landi sem við búum í hafi mikið að segja og bara í heiminum yfir höfuð ef maður er að lesa mikið það sem er að gerast í heiminum og bara fylgist með, það náttúrulega getur alveg skapað óöryggistilfinningu, allavega hjá mér. Og kærleikurinn og ástin og einmitt allt þetta með, þú veist, með að hafa það í sínu lífi, hafa tilgang líka. Upplifa það að það sé tilgangur með lífinu og tilgangur með því að ég hérna. Það sé svolítið fallegt. Trú fyrir marga og hvort sem það að við trúum á Guð eða við trúum á, svo margir að tala almættið eða eitthvað æðra, ekki satt. Og það skiptur í raun og veru ekki máli held ég hvað það en fyrir mér það allavega mikilvægt að trúa eitthvað sem æðra sjálfur mér og það verður eiginlega bara meira og meira af því að þetta ákveðið bara líka þroskaferli sem ég í sambandi við trú og svo ofan á það allt saman, þetta svona grunnurinn þá mataræðið, hvað maður borða, hvað maður velur að borða, þetta val, hvað maður velur að borða, að hugsa vel líkamann sinn og elska líkamann sinn og virða líkamann sinn, því að við höfum bara einn líkama og hann mjög samvinnuþýður í raun og veru, sko. Og þannig að mataræðið, hreyfingin, hreyfa sig, vera með eitthvað rútín í kringum það, hvað maður hreyfir sig, hvernig maður hreyfir sig og hvaða ástundun hafa þetta bara svona reglulegt og hafa líka rútín í sambandi við það hvernig maður getur tileinkað sér ró í sínu lífi og forgangsraða. Þú veist, þetta hangir allt saman einhvern veginn saman, ekki satt? Hvernig hugsar þú þína heilsu? Gerir þú allt þetta sem þú talar Án efa ekki alltaf, en þetta það sem er stefnan mín, eða getur sagt, þetta ásetningurinn. Og ég held að það sé mikilvægt að hafa hann til þess að þjóna mínum tilgangi, til þess að þjóna þeim gildum sem ég hef í lífinu og þjóna mínum líkama og þjóna mínu óskum að verða heilbrigð gömul kona þegar þar að kemur og þú veist, og geta verið með börnum og barnabörnunum mínum, ég á 2 sem bara mér finnst alveg ótrúlega gaman, en ég vil líka vera með þeim á þann hátt sem að eiginlega krefst því að mér að ég geti hreyft mig, þú veist, og verið svolítið skemmtileg amma og ekki það að maður þurfi þess, þetta eru bara mín gildi, skilurðu. Og já, ég geri margt að þessu, svona þú veist, það ásetningurinn. Þú lítur allavega að minnstakosti 10 árum yngri út en þú ert. Já, kannski, takk. Ég veit ekki eins hvort ég segi takk. Ég held að það sé bara í raun og veru eitthvað gen og svo held ég að sé að lífstíllinn gerir það líka. 100%. 100%. Já. Þú hugsar vel þig. Já. Öllu jafnaði. Já, maður það engin fullkomin. Það er líka heldur ekki gott. Og ekki ég heldur og ég hef enga löngun í að vera fullkomin. Þá er maður komin í ójafnvægi, segi ég alltaf. Já. Ef þú ert fullkomin í einhverju. Þetta er alltaf svona ákveðið jafnvægi, ekki satt? Já. Algjörlega. En breytingaskeiðið, þú hefur svolítið mikið verið að tala um það og fræða það. Já. Þetta er áhugavert tímabil í lífi kvenna og stundum svolítið langt. Mjög langt fyrir sumar konur. Já. Hvað er þetta breytingaskeið og hvað? Já, mér finnst breytingaskeið, ég hef alltaf verið, sko, ég hef alltaf verið áhugasöm okkur konur, bara frá því ég byrjaði að skrifa og ég skrifa til kvenna og bækurnar mínar eru skrifaði til kvenna og þeirra heilsu og þeirra, þú veist, og hvað þær að ganga í gegnum. Af því við erum svo ólíkar. Af því við erum svo rosalega ólíkar. Af því við erum svo ólíkar. Og það bara, og konur eru svo áhugaverðar og spennandi og skemmtilegar af því að við erum með þetta
með svo skemmtilegt og flókið hormónakerfi. Og það fer nú að breytast, þessi hormónakerfi, það breytist nú svona í kringum 45 kannski, þegar estrogenið og bara prógesterónið og öll þessi kynhormón fara að minnka, eða þar sé að framleiðslan á því fara að minnka. Gerir það svona smán saman í eitthvað tíma sem getur alveg verið í 12 ár, þessi fyrirtíðahvörf. Og svo kemur, og það getur verið alls konar einkenni að sjálfsögðu. Og ég segi að sjálfsögðu, það alveg fyrirsjáanlegt að verði einhverja breytingar af því að estrogenið hefur svo rosalega mikla og stóra og mikilvæga þýðingu í okkar líkama og allar frumur eru með estrogen móttaka, þannig að það er engin spurning að það hefur mikil áhrif á alls konar, á orku, á beinin okkar, á heilan okkar og þú veist á minni og hugsun og ónæmiskerfið og taugakerfið og vöðvana, fitubrennslu. Maður hefur alveg upplifað þetta sjálfur, sko. Já. Þannig að ég tengi svo við þetta. Já. En mér finnst svo margar konur svona ekki beint týna sér, en það er eitthvað sem gerist, það er svona, þetta skeið er þannig að þú ert ekki lengur gamla þú. Nei. Og þú ert svo mikið að finna þig. Þess vegna heitir þetta breytingaskeið. Þess vegna heitir þetta breytingaskeið, já. Og það og mér finnst það líka mjög fallegt og líka ætti líka að vera partur af sem er kannski ekki alveg nógu mikið, en partur af breytingaskeiðs umræðunni og sem betur fyrir að tala miklu meira það heldur við gerðum bara fyrir bara nokkrum fáum árum síðan. Að breytingarnar, að kannski vinna líka með breytingunum. Já. Og vera líka forvitnar hvað nú tekur við, að vissulega erum við ekki það er sömu, eins og við vorum þegar allt var á fullu í sambandi við hormónana og við vorum á barneignaraldri og vorum alveg rosalega mikið sjálfsagt að gera, bæði með börn og að vinna og ég veit ekki hvað, þannig að kannski, já, það er kannski annar kafli, en svo breytist við þegar hormónarnir breytast og að sjálfsögðu getum við bætt það upp með því að taka hormóna, farið á hormóna uppbótar meðferð og sem að bjargar mörgum konum og konur og marga konur þess líður miklu betur þegar þeir fara á hormóna. Sérstaklega þegar það er með hitakófið og kannski þessa svita, svefnin og svona bara vellíðan. Andleg líðan. Svona andleg og líkamleg vellíðan getur hjá mörgum konum batna með því. Ekki samt hjá öllum. Og ég vil halda því, ég vildi einu sinni halda því fram sem ég veit að margar konur sem ég haft svo mörg námskeiðum breytingarskeiðið, að hvort þú ert á hormónum eða ekki, að þá er mjög góð hugmynd að kíka einmitt á lífstílinn og fyrst allan þessa heildrænu nálgun sem vorum að tala áðan, mataræðið, hreyfingin og sérstaklega þegar konur líka eru komnar á eftirtíðahvörf og þau vara nú bara allt lífið það sem eftir ætlaði nú að segja. Og þannig að þetta er langur tími og það verður að fjárfesta í því. Ef við, þú veist, í sambandi við sem að tala áðan með vöðvastyrkinguna og heilan og fyrirbyggingu, þú veist, í sambandi með það sem getur gerst í heilanum og bólgotnum og allt það. Já, er ég komin aðeins út fyrir efni núna? Nei, þú var bara breytingaskeið. Það er bara Týndi aðeins þræðinu. Já, alls ekki. Já, en þetta er mikilvægt. Þetta er mikilvægur partur bara af heilsu kvenna. Konur upplifa svo oft að heilsunni þeirra sé að raka. Já, á þessum árum. Já, og hún gerir það hjá mörgum á þessum árum út af þessu, út af estrogeninu, en líka kannski, þegar það er sagt, undirliggjandi ástæðum sem geti verið þau sem að gæti hafa verið áður en konurnar
fóru í mikinn, þú veist, skort á estrógenunum sínum eða, þú veist, á hormónunum sínum. Ertu með dæmi eitthvað? Nú erum við að tala til dæmis ef að konur mæta á breytingaskeiðið og eru með segjum, efnaskiptavillu, þú veist, háan blóðþrýsting eða ofþyngd, sykursýki 2, þú veist, gigt eða, þú veist, verki í stoðkerfi, þú veist, mæta, bara til að taka eitthvað dæmi og mæta með það á breytingaskeiði sem að svo, þú veist, þá magnast þau upp. Þannig að þetta verður svo erfitt að fara í gegnum bæði það að vanta estrógenið sitt og líka vera að díla við það sem það hefur áhrif á það sem undirliggjandi fyrir. Streita, kannski sumar komnar alveg í kulnun, kannski á vinnumarkaði og ég máli þetta kannski svolítið svart upp en bara þess aðeins að þú veist að setja þetta í smá svona relief, sem maður segir, setja þetta upp á blaði hvernig þetta getur hangið saman og í sambandi við til dæmis efnaskiptavilluna með þrýstinginn og allt það og ofþyngd og kviðfituna því að það eru margar konur sem upplifa það að þú veist, ég bara get ekkert gert, þú veist, kviðfitan, hún bara þarna og kemur og ég ekkert að gera öðruvísi heldur en ég vön að gera. En þá kannski einmitt ástæða til þess að gera eitthvað öðruvís og eitthvað annað heldur vön að gera. Af því við erum að breytast. Og kviðfita, mataræði hefur áhrif, meltingin hefur áhrif, meltinga eins og mikróbíómið eða mikróbíóta í þarmaflórun. Góðgerlarnir og magaflórun. Já, og góðgerlarnir og bara hvernig það vinnur, þú veist, það getur verið líka ástæða í sambandi við þessari kviðfitu, þessi gerlar tala við öll kerfin eða ekki kannski öll en allavega mörg kerfi í líkamanum þegar allavega samstala milli gerla og líkamanns, heilans meira að segja líka. Þannig það að gera að hafa meltinguna sína og góðgerlana í lagi, bara til þess að taka dæmi. Það vill svo til að ég með gjöf handa þér sem einmitt góðgerlar. Nei. Jú, kíktu. Þannig að bara gjörðu svo vel. Kærar þakkir. Þetta eru 5 tegundir Ég þekki bíókult. Ég á ekki til hitt einhverstaðar. Það svo sem þeir eru að samstæði? Já, þeir eru samstæði við hlaðvarpið, Heilsuhillan og þetta eru sko geggjaðar vörur. En bara, já, gjörðu svo vel. Kærar þakkir. Bara takk Heilsuhillan. En ef við höldum bara mitt áfram, þú varst að segja hvað góðgerlar væru bara ótrúlega mikilvægir fyrir allt. Já, góðgerlarnir eru svo ótrúlega mikilvægir og bara svo spennandi líka. Það er svo gaman að fylgjast með þessum rannsóknum sem á mikróbíóm og mikróbíóta í dag, eins og við köllum það, þetta er eins og lifandi líffæri, þessi gerlarnir í líkamannum okkar. Þeir eru ekki bara í meltingunni, þeir eru í allri slímhúð, þeir eru í slímhúði í leggöngum hjá konum og náttúrulega líka það sem hjá köllum, en það önnur saga, og í augum og bara, þú veist, alls það sem slímhúð. Og þetta samtal finnst mér svo mjög spennandi. Þannig að það er góð hugmynd að kíkja svolítið á, hvaða gerlar eru það sem geta einmitt nært slímhúðina, gefið mér aðeins meira raka, sem getur talað við heilan á mér, talað við fitubrennsluna. Þannig að það er svona sem ég að pæli. Já. Og hvaða, því að við erum búin að tala um mataræði, en einhver bætiefni önnur en góðgerlar sem þú ráðleggur fólki að taka, eða konum kannski bæði á breytingaskeiði eða öllum konum eða köllum, þetta misjafnt? Já, ég geri það og það er ekki svo mikið sem ég geri kannski svona opinberlega því að ég vil helst vera með konunum mínum á námskeiðunum þegar ég að ræða bætiefni. Þetta er einstaklingsbundið. Já, kannski ekki einstaklingsbundið. Ég að allar konur myndu hafa gott af því að taka B-vitamin og magnesium, klárlega magnesium glycinate eða glycinat gott magnesium.
og taka inn kannski kreatín fyrir, þú veist, Það er bæði líka heilan og fyrir vöðvana til þess að aðeins að hjálpa vöðvamassanum að styrkjast og náttúrulega í sambland við vöðvastyrkingu og góðgerlar eins og til dæmis Human og Me sem ég finnst mjög góðgerlar sem eru að tala og þessi sem þú fórst að gefa mér og hérna hvað er það meira þetta er svona grunnurinn skilur og svo náttúrulega eitt sem ég er mjög hrifin af náttúrulega D og K-vitamin og omega-3 fiskiolía sem er alveg ómissandi og mjög gott að taka ef þetta eru góð gæði þar að segja það er náttúrulega fullt af alls konar ekki góðum gæðum á markaðnum og ég mæli ekki með Hvernig veit fólk að þetta sé góð gæði? Ég mæli til dæmis ekki með neinum omega-3 í hylkjum ég vil hafa hana fljótandi ég vil hafa það sem ég vil hafa sko ég mæli með það því mér finnst það best að hafa olíuna úr öllum fiskinum úr þorski það að segja frá Íshafinu eða kaldavassfiskur og hérna hún vera kaldpressuð og hún þarf að vera hrein allavega með hérna lágum stuðlum af eiturefnum í sem að best verður á kosið að fá þannig að þetta er svona þvist atriði sem að mér finnst skipta máli og sem ég segi líka við mína hérna nemendur skulum kalla það en það er hægt að lesa ýmislegt á heimasíðunni minni til dæmis omega og það Þorbjörg Hafsteins .is já Dásamlegt hvað það hefur haldið sko tengslinu við Ísland þó það hafi búið þarna síðan 1979 Já bara... en mér þykir svo vænt Ísland er bara rosalega þetta er mitt heimaland ég er alltaf að fara heim því ég fer heim og svo þegar ég er hér og að fara til Danmörkur þá segi ég ég er að fara til Danmörkur á morgun en ég er alltaf að fara heim því ég fer heim Áttu danskan mann? Nei, ég á engan mann Þú átt engan mann, en faðir stelpurnar mínar eru pabbið hann er dáinn hann dó fyrir nokkrum árum síðan en ég á 3 stelpur eða við og þær eru fullorðnar 42, 41 og 31 já flottar stelpur sem eru danskar samt íslenskir ríkisborgarar og tala íslensku eða skilja íslensku ég ætla ekki, ég vil helst ekki tala eiginlega þetta ég forstår íslensku sko elsta hún talar svona hún talar ágætlega yngsta líka miðdóttir mín ekki neitt og þær skilja vel elsta og yngsta líka en þetta fer eftir svolítið áhuga og ég trassaði þetta að tala við þær íslensku þegar þær voru litlar það var svo rosalega bara dönsku og við töluðum dönsku á heimilinu og já, þannig að þetta fór sem fór af því að ég var ekki alveg búin að gera mig ég var svolítið ung, skilur, ég var ekki alveg búin að gera mig grein fyrir hvað það var mikilvægt Já einmitt Já, ég er bara þegar ég tala það er ég alveg full eftirsjá en það er bara svona en nú er þetta bara í þeirra höndum ef þær vilja læra þetta íslenskuna þá bara gera þær það sjálfar Sniðugt Já Sniðugt segi, ég var að hugsa app sem að ég var að heyra sem heitir Bara tala Hefur þetta? Bara tala. Vitum við nei, bara tala. Þetta ég veit ekki nógu mikið þetta sko, en hérna, ég veit allavega að þau töluðu reyndar ekki að skandinavísku löndin væru þýtt í þetta, þannig að þetta er meira fyrir fólk sem kannski að koma frá mjög ólíkum tungumálum eins og úkraínska, víetnamska, kínverska, eitthvað svona, pólska, en hérna, já, allavega, nú fór ég út fyrir efni. Nei, þetta er svo skemmtilegt því að tungumál Þetta er svo skemmtilegt líka þegar við erum að tala verkfæri í sambandi við það hvað við getum gert í sambandi við heila og allt það, vegna þess að use it or lose it. Það er náttúrulega það að læra nýtt tungumál. Já, náttúrulega alveg snillt. Ekki satt. Góð æfing fyrir heilan. Góð æfing fyrir heilan. Einmitt, nákvæmlega. En vorum við búin að covera, fannst þér
breytingaskeið? Eitthvað sem konur á þessu skeiði þurfa að hugsa öðruvísi eða þetta bara allt sem þú nefndir í byrjun, hvernig við hugsum vel heilsuna? Veistu, það er það í raun og veru, svo náttúrulega eru alltaf svona, þú veist, einstaklingsbundið og flestar af því sem að koma til mín í einkatíma eru konur á breytingaskeiðinu og þá verður þetta náttúrulega mun minna, þú veist, svona hnitmiðað, þú veist, ráðleggingarnar mínar í sambandið, sko, bara, þú veist, hvað er það sem er virkilega sko að hjá þér eða hvað er það sem þú óskar eftir að þér líði betur með og svo framvegis. En svona almennt þá eru þær ráðleggingar sem við erum svolítið búin að fara yfir sem eru mjög heildrænar að auðvitað virkar þetta líka á konur á breytingaskeiðinu eins og fyrir konur sem er ekki ráði. Og nú erum við kannski bara ekki á breytingaskeiðinu í, það 15 ár? Skilurðu? Fyrstu kynhormónunir, og svo meðgönguhormónum og meðgöngunni, svo þetta örf og ár þangað til að breytingaskeið byrja. Nákvæmlega. Þannig að þetta í raun og veru þetta kannski ekki svona rosalega, þú veist, meira flóknara í sambandi við það, nema að í sambandi við þú veist konur á breytingaskeiðinu, það meira kannski að tala inn í það sem breytingin er. Já, nú erum við komin á nýtt skeið. Hvernig ætlar þú að taka á móti því? Er eitthvað annað sem þú ætlar að gera núna í lífinu þínu, eitthvað önnur forgangsröðun heldur þú hefur haft áður? Nú eru börnin kannski árum það stór, þau fara að flytja heiman og eru flutta heiman, þannig kemur inn eitthvað ákveðið, eitthvað tómarými. Já, eða frelsi. Nákvæmlega, eða frelsi, eins og ég ætla að segja. Af því að við erum kannski mjög uppteknar af því og hræddar það þegar við verðum einar eftir í kotinu, kannski erum við með kalla líka og hvernig ætlum við þá að nota tíman. Og ég skil það vel ef að börnin hafa verið, þú veist, allt hafa snúist í kringum börnin hingað til og það hefur gefið lífinu mesta gildi og tíma og orku. Það verður þetta náttúrulega svolítið tap, ekki satt? Og þá þarf að endurskoða það, ok, hvað ætla ég nú að gera af alla þessu orku sem verður eftir? Kannski setja mig í forgang, gera það sem mig langar til, ferðast meira kannski eða fara að mennta mig eitthvað annað eða skipta mig eitthvað gír eða fara út að hlaupa eða fara í ferðalag með einhverjum. Maður hefur alveg svolítið rekist á þetta. Það er svona eins og sumum konum finnist erfitt að setja sig í fyrsta sæti. Já. Og ef þú hefur aldrei gert það, þegar þú færð það síðan allt í einu fullt af tíma fyrir þig, þá er það kannski svolítið erfitt. Það er það kannski svolítið erfitt. Það er alveg rétt. Þannig að þetta er eitthvað sem að við tölum svolítið á mínum námskeiðum með þú veist, hvað nú? Hvað viltu? Hvað óskaru? Hvað viltu þetta mikið? Og það getur líka verið svolítið hræðsla við það, að því að get ég vil en get ég þetta? Ekki satt? Getur verið svolítið svona, og það er alveg eðlilegt að það er eitthvað smá óttið þarna, óttið við að takast eða óttið við að bara gera eitthvað eða bara fara, ef maður er einn, það eru margar konur sem eru einar. Bara það að ferðast ein eða skipuleggja ferðalag ein eða þú veist, þetta getur verið svolítið, þú veist, getur margar konur mikla þetta svolítið fyrir sér, þetta er verkefni, en æfingin gerir meistarann. En mér fannst rosa gott þú komst inn á þennan punkt áðan, af því að með að sem sagt, núna nú virkar ekki lengur það sem við höfum alltaf verið að gera. Nei. Af því ég fór til kvensjúkdómalæknis fyrir nokkrum árum, af því ég var að byrja að finna einkenni alls konar sem að ég bara skildi ekkert hvað var í gangi. Og hún sagði þetta nákvæmlega sama við mig. Þú veist, hún bara, já, núna, þú veist, það passar ekki að borða nákvæmlega sama og þú gerðir eða hreyfa þig eins og þú gerðir. Nei. Þetta er bara því miður, líkaminn er bara að breytast og þá þarft þú bara að breyta venjunum. Já. Og maður fekk svona bara wake up. Já. Call, svolítið bara, já, ok. Nákvæmlega. Ég hef alltaf getað borðað rosalega mikið. Já. Nú þarf ég þarf aðeins að minnka það. Það er bara því miður, aðeins búið að hægja brennslunni. Eða leggja áherslunar á eitthvað annað. Já. Og samt geta borðað eins mikið. Já. Á þess að það hafi áhrif á hvað það nú er sem það hefur áhrif á. Já.
Og mér finnst þetta svo mikilvægt, ég myndi að fá þessi skilaboð líka að það verður að breyta ykkur sem ekki, þú veist, sem að við, því að nú breytist líkaminn og að það sé réttu, sko, maður sé leiðbeiningarnar með því og útskýring á því, ég held að það sé líka margar konur sem fá, já, þú ert að breytast, þú verður bara að sætta þig við það, þessi skilaboð, eins og þessi ekkert hægt að gera í málinu og þú verður bara að sætta þig við þetta, svona er þetta. Sætta þig bara við hitakófið og þú verður bara að sætta þig við að þú sefur illa á nóttina, þú verður bara að sætta þig við að þér, svona, þú veist, ert komið meira áhyggjur eða kvíða heldur en þú upplifðir þér áður. Þetta er bara breytingarskeið, elskan mín, bara þú veist. Það líður hjá. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Úrelt hugsun. Algjörlega. En ég hef heyrt að þetta sé ennþá svolítið í gangi. Þessi skilaboð. Það er ekki gott. Svona fáránlegar. Vonandi er einhver að hlusta á okkur núna sem hefur fengið þessi skilaboð og veit núna að það er ekki satt. Já, þetta er ekki satt. Ekki trúa svona vitleysu. Nei, nákvæmlega. En mér langar svolítið að krefja þig varðandi mataræði. Þegar nú hefur þú gefið út bækur tengt mataræði. Hvernig borðar þú í dag? Ég borða... Og hverju mælar með? Ég borða ósköp svipa sem ég er búin að vera að gera í mörg ár. Ég borða kannski ekki meira heldur en svona, ég borða svona 2 á dag, stundum 3 á dag. 2 stórar máltíðar sem ég kalla og eina kannski litla. Borða aldrei morgunmat, hef ekki gert það í mörg ár. Þannig ég er svona að kannski nýta mér þetta biohacks í föstunni. Með því að halda ró á blóðsykrunum og insúlínuna eins lengi og ég get, eða ekki eins og ég geti kannski gert alveg lengur, en svona sem að líkaminn alveg er að svara, að borða ekkert frá kannski 8 á kvöldin og svo ekki fyrir 12-1 daginn eftir. Ég fæ mér þó smjörkaffi á morgnana sem ég er líka búin að gera í mörg ár, það hefur ekki nein áhrif á insúlínið og sem bara kaffi með smjöri. Smjöri fyrir heilan minn, svo tek ég omega-3 fiskiolíuna á eftir fyrir heilan minn og fyrir liðina. Svo tek ég inn gerlana mína, Humane og Me, þar á eftir. Svo tek ég bætiefnin mín þar á eftir, þannig að þetta er svona morgunritualið. Svo drekk ég bara vatn, borða í hádeginu og þar er ég oft með, sko, þú veist, hádegi og kvöld er svolítið eins hjá mér. Ég er ein. Ég þarf að bara búa til mat fyrir sjálfa mig, þannig ég bý oft til þannig mat að ég eigi afganga. Stundum ekki að ég er þannig kjöt að það verður bara að borða með leið að búa stekið, en ég er oft með kjöt eða kjúkling eða fisk eða egg, omelettur og svo er ég með eitthvað smávegis grænmeti með því, en sem ég vel, eins og kál, brokkoli, blómkál, fitu, einhverja með þessu sem er ofta smjörið og ólífuolía. Þetta er það sem ég borða. Mjög hreint. Þetta er mjög hreint og þetta er mjög einfalt og ég met það mikilvægt að þetta tekur engan tíma fyrir maður að búa þetta til, þú veist, að hafa fyrir þessu. En svo get ég farið all in ef ég býð krökkunum í mat eða vinum í mat, sem mér finnst mjög gaman að gera, mér finnst gaman að búa til mat. Og þá fer ég í bækurnar mínar og kíkja uppskriftir eða þá að ég bara, þú veist, eitthvað upp úr mér. Og eins og allar minnar uppskriftir hafa við, þú veist, næstu því hannaðar, það er bara svona, ok, hvað dettur mér í huga að setja saman og já, þetta hlýtur að vera gott. Stundum tekst það, oftast, en það hefur líka komið fyrir að það er algjört disaster, en oftast býti mjög góða mat. Og það er bara eiginlega kannski svona heimilismatur þegar börnin koma og því ég meina heimilismatur, þú veist, þá getur það verið, þú veist, bollur í karrí eða þú veist, kjötbollur og svona á minn hátt í brúnni sósu og rótar grænmeti með því að þú veist, börnunum litlu finnst þetta svo gott. Það er að segja barnabörnunum og líka stelpunum og tengdasynunum mínum. Þeim finnst þetta allt saman mjög gott að fá svona bara heimilismat. Og svo þegar vinkonurnar eru að koma, þá er ég með meira grænmeti og svona fest og eitthvað kalt kjöt eða, já. Þannig að þú ert meiri prótein og fitu og lítið kolvetni. Já, alveg klárlega. Það virkar best fyrir mig og fyrir marga held ég líka. Já.
ein bókin heitir Keto Flex. Já. Það, ég hef ekki lesið hana, ég veit ekki það. Nei, það En það þá svona flexible keto matarði? Það alveg rétt hjá þér. Það svona teygjanlegt keto og virkar sko rosalega, þetta er svona fjagra, ég vil ekki setja þessi fjagra vikna prógram, en hún er samt skrifuð, þannig að það er vika 1, 2, 3 og 4 og svo getur maður verið eins lengi á viku 1 eins og maður óskar eða 2 eða 3 eða 4 skilurðu. En þetta er lágkolvetni, eins og fyrsta vikan er lágkolvetnafæði og lágkolvetnafæði er þá skilgreint fæði sem er alveg bara, þú veist, undir 100 grammum af kolvetnum á dag sem að vika 1 er hjá mér, það sem maður verður að tína út og þú getur verið lengi á henni, kannski svona samanber út með sykurinn og út með sterkjuna eins og við tölum upp í upphafi í dag og allt þetta unnið og allt það, eða sem er björunnið og allt það. Og þannig að maður getur verið lengi og fundið fyrir góðum áhrifum bara verið viku 1. En svo fer maður yfir í viku 2 og fer í næsta skref, nú fer maður að lyfta aðeins þyngra, sko bara svona matalega sér og þá er maður komin í að taka ennþá meira af kolvetnunum í burtu og það er svona standard keto og sem að kallast svona hefðbundi keto, þar sem að náttúrulega kolvetnin eru ekki mikið í grömmum, mælt í grömmum og það getur maður alveg verið í viku 2 og í 3 og svo í 4 þegar maður er komin í þessa fitu aðlögun sem það heitir, að líkamann hann er farin að átta sig á hvað er það eiginlega sem ég vil að hann geri, að hann fara að framleiða meira af hinu bensínun okkar sem eru ketónar. Glúkósin eða blóðsykurinn er einn orkugjafi en við erum með annan orkugjafar sem eru ketónar og þeir eru framleiddir úr fitu sem er náttúrulega alveg snilld af því að þeir eru framleiddir úr fitunu sem við erum að borða en líka og aðalega kannski úr fitunni sem að við erum með sjálf í líkamanum. Það vil segja líkamans, fituforðan. Þú veist, á kviðfitunni eða kviðkvitan og svo hérna á hliðinu og svo framvegis. Og þá þurfum við að brenna henni og búum þar til orku. Og allar frumur líkamanns geta notað og elska í raun og veru að nota þessa orku. Og heilin líka, hann elskar ketónana. Þannig að þetta er svona aðal, svona, hvað maður segja, markmiðið og upplýsingarnar í þessari bók, það sem ég útskýri vel af hverju og hvað þetta gerir og þessar bólgur og hvernig við getum, þetta er gott fyrir þess að vinna á bólgum í líkamann og ná tökum á þessu og svo getum við að fara að flexa. Þegar maður er komin í þessa fitu, þú veist, þá getum við að vera að borða nokkra daga í viku, getum við að vera í hérna með þessa lágkolvetna 60 gramma kolvetni og svo fer maður kannski 2 daga í hérna standard, eða að segja með lágkolvetna, alveg, þú veist, kannski 30 gram og svo 1 dagur frjáls, þar sem þú borða hvað sem þú vilt. Þetta er svolítið snillt. Já, og þetta hefur hjálpað fólki að bara líða betur og bæta heilsuna. Já, allavega þeir sem að fara eftir þessu eru mjög ánægðir með þetta. Af því að þegar maður er komin upp á lagi með þetta, þá er þetta svona góð rútína að vera í þessu. Þetta er ekki alveg eitthvað svona, þú veist, bann og þú veist, við öllu. Nei. Og það gefur pláss líka til þess að njóta og fá sér það sem maður langar í, þú veist, líka, án þess að fara að eyðileggja allt. En maður þarf aðeins að vera samt, þú veist, vinna sér það inn. Sem að mér finnst líka svolítið allt í lagi, þú veist, að maður alveg hafa svolítið fyrir þessu, skilur. Það er ekkert í dag sem við þurfum ekki, það er ekkert sem virkar dag sem við þurfum ekki að hafa fyrir einu en einu. En finnst þér þetta virka eitthvað öðruvísi fyrir karla og konur? Þess vegna bjó ég til þessa bók með flexið. Af því að ég fór alveg áttaði mig svolítið á því að konurnar þurfa, og sérstaklega í sambandi við hormónana, meira af þá gæða kolvetnunum. Þetta eru kallarnir. Og líka bara, þú veist, að því að konur eru með öðruvísi nálgun á mat, flestum konum finnst mjög gott að fá einmitt kolvetnin og grænmetið og litadýrðina á disknum sem ég er algjörlega að fíla og skilja
skilurðu, og það má ekki glemma því að það er líka partur af upplifuninni að borða og upplifunni, þau tengir sig við meðvitund og þannig að þetta hangir allt saman. Það eru mörgum köllum sem að það skiptir ekki eins miklu máli. Kallar eru bara mjög ánægðir með það að fá bara, kjötið sitt. Já, kjöt og sósa. Kjöt og sósa og punktur. Svolítið eins og ég kannski. Já, ok. En með trefjar, maður að fá alveg nægt af trefjum? Hvað erum við að fara að gera við þessa trefja? Alltaf búið að tala þessu svo mikilvægt að fá trefjar. Já, ég veit það. Einhver 20 og eitthvað gram á dag og... Ég held að þetta sé kannski svolítið, svona eins og maður segir með modifikasjóna, svolítið mýta líka. Okay. En eða kannski svolítið yfirdrifið í sambandi við trefjar en hvað þær eru mikilvægar. En það er náttúrulega fullt af trefjum í þessu grænmeti sem er í þessari bók. Og þetta er ekki, en ég ætla bara að segja að Ketoflex er ekki eina mataræði sem ég er að mæla með, skilurðu, en ég hef skrifað bók Ketoflex. Og það er það sem við erum að tala núna, þannig að fyrir mér er það langmikilvægast að það sé lágkolvetna fæði, bólgustemmandi fæði. Það er það langmikilvægasta. En trefjarnar eru í öllum því grænmetis tegundum sem ég mæli með, hvort sem það er í Ketoflex eða í bólgustemmandi fæðinu, skilurðu. Það eru fullt af trefjum. Og mikil áhersla á. Já, svona ekki alveg rétt. Og það er náttúrulega fyrir meltinguna, maður getur, haft eðlilegar hægðir og allt það og mann sennilega líka getur búið þá til að gerlarnir geta myndað sín efni, púruvatið í þörmunum. En það sem við vitum líka núna, nú eru margir sem eru ég veit ekki hver margir, en ég veit að það eru allavega svolítið vinsælt karnivor mataræði hér á Íslandi, alveg svo líka mörgum öðrum löndum. Og það virðist alveg ganga mjög vel að búa til það efni í þörmunum þar, þó að sé ekki gramm af trefjum. Já, þetta er svo áhugavert. Og það er alveg vísindalega sannað að gerlar, eða sé að flóran, gerlarnir í flóru, þeir geta, ef það er ekki einhver trefjar, þá finna það bara eitthvað annað sem þeir geta snúið sér að. Sem eru aminosýrur, sem eru kollagen, það er mér að tala kollagen trefja sem náttúrulega er ekki, en þeir búa til þetta efni eða bútratið sem er gott fyrir okkar heilsu, gera það úr til dæmis kollageni og aminosýrum. Þannig þeir finna sér leið. Það eru aðrir gerlar, heldur en þeir sem að snúa sér að trefjanum, en gera alveg sama gagn. Þetta er svo, að því að líkaminn er svo snilldarlega hannaður, eins og til dæmis áðan, ef það er engin glúkósi, skilurðu sem hann getur notað sem orkuefni, þá finnur hann bara eitthvað annað. Já, byrjunum við þarna já, fita, ég get búið til orku úr henni, brenna hana. Er einhverja aðrar svona mýtur í mataræði sem þér finnst vera við lýði? Já, mér finnst kannski líka mýta í sambandi við og það er svolítið í kringum þessar trefjur að við þurfum að borða baunir og við þurfum að borða allt þetta og ég segi bara nei, guðnabænum, ekki borða mikið af baunum. En því að það er bara svo rosalega margir sem eiga erfitt með að melta baunir. Þeir eru bara prumpandi bara prumpandi allan daginn og með uppblásin maga og bara alls ekki, að ganga fyrir marga að gera það, að borða þessar baunir. Og það verðum ennþá svolítið í fitunum líka. Það minnst ennþá verður svolítið mýta í gangi að maður að passa sig á mettaðri fitu. Já, og sem mér finnst ótrúlega skrítið að hún skuli ennþá vera til að dýrafita sé hættuleg og að kjöt sé hættulegt og það búið til alls konar sjúkdóma og krabbamein og kransæðastíflur og allt sem að það er svona fyrir löngu búið að tala þetta með kólesterólið og kransæðastífluna og krabbameini. Það er ekki kjötið og smjörið sem gerir það. Allt er betra með íslensku smjöri, sko. Já, þegar þú sagðir það. Mér finnst það. En þetta er ennþá svolítið mýta sem er í gangi og það er allt, við vitum það núna, það er svo margar
rannsóknir sem að fólk getur rýnt í eða fundið sem að ekki styður þessa mýtu. Nei, en svo virðist bara svolítið vera að ef einhver hefur trúangur þá finnur hann bara rannsókn sem styður það. Já, og þess vegna verður maður að vera svolítið vandvirkur þegar maður er að lesa rannsóknir. Það er nefnilega máli, sko. Já. Af því að það er orðið svolítið svona stríð á netinu bara og upplýsingu óræða. Já, og fólk hvers veit konar svolítið ekki stúdía er þetta, trúa. hver gerð hana, þú veist, hvernig er hún, þú veist, hvernig er data, þú veist, maður þarf að vita svolítið svoleiðis til þess að geta að treyst. Einmitt, og eru fleiri rannsóknir sem styðja þetta, hver greiddi fyrir hana. Akkurat, líka ekki satt. Er það tóbaksfyrirtæki sem að gera rannsókn á lungnakrabbameini, eins og var í gamla dag? Já. Einmitt, já. Það er Nestlé eða eitthvað. Já, einmitt. En daginn því ég hringdi þig, þá varstu á leiðinni í Sjósund. Já. Hvað gefur það þér? Allt. Og það er svo gaman í sjónum. Og alveg sérstaklega gaman og bara svo dásamlegt af því að kuldinn bara er svo heilandi og heilnæmur. Sérstaklega bara fyrir geðið. Það er ekki hægt að fara í sjóun og koma upp úr honum í fílu. Nei, maður er bara alltaf glaður, eða ég er alltaf rosalega glöð. Ég verð svo hamingjusöm að ég bara elska allan heiminn þegar ég er búin að vera að synda með hópnum mínum og vinkonum minn sem er aðal sundfélaginn minn. Og við erum svo ótrúlega seigar. Við erum búin að vera að synda síðustu 2 vikur í sjónum sem hefur verið frá -0,5 og upp í tæpar 2 gráður. Og þið eru bara að synda. Við erum að synda, við erum ekki í búningu þetta, það er náttúrulega bara hallarislegt, en við erum bara Ekki einu sinni skóm? Jó, af því við erum í sokkum og með hanska og við erum með húfu og bara svo með baujun okkar og svo bara förum við að stað. Við erum alveg í sjónum í alveg 18 mínútur. Vá. Ég er ekki að grínast. Við erum ógeðslega seigar. Og þetta er náttúrulega bara þjálfun. Ég er ekki að mæla með þessu. Nei. Það má ekki misskilja mig, af því við erum náttúrulega búin að gera þetta í svo mörg ár. Já. Og við erum orðnar þjálfaðar og líkaminn svona, aðlegaður. Náttúrulega byrja maður ekki, þegar maður er nýbyrjandi, náttúrulega ekki hlusta mikið með þetta. Það er náttúrulega bara með 30 sekúndur eða eitthvað. En þetta getum við núna að koma upp úr sjónum eftir þennan tíma, af því eftir bara smástund þá er okkur hætt að vera kalt, af því að þá er allt komið að stað og svo erum við mjög passasamar með úr og alltaf passa að verðum ekki of lengi og hnippum í hver aðra og upp og allir eru saman og enginn syndir einn og að koma upp úr sjónum og bara að setjast á bakkann og láta líða úr sér. Það er þessi hamingju tilfinning út allan líkamann. Svolítið áhugavert. Hvernig náið okkur hita aftur? Svo förum við í pottinn. Þið farið í pottinn, já. Kælum okkur aðeins þannig við sem ekki fara beint ofan í og svo förum við í pottinn hægt og rólega og svo sitjum við þar bara og kjöftum. Og brósum út í heimina því það við erum bara svo hamingjusamar. En þetta er svo skemmtilegt. Ég fór á námskeið ég held að það veri hitti fyrra í Sjósundi sem heitir Glaðari þú og þetta er svo gott nafn greinlega. Þú sagðir akkurat og þú kemur svo glaður upp úr. Svo glaður. Skemmtilegt. Alveg boðefnin á fullu í heilanum út allan líkamann. Þannig þetta er æðislegt og svo finnst mér líka mjög gott að vera í hita og þá í sána eða infrarauðri sána sem við gerum mikið í Danmörku það sem ég bý. Ég er svo heppin að vera með í klúbb sem er bara rétt við hafið. Það er ekki stutt í sjóin þaðan sem ég á heima. Þannig ég er ábyggla í sána 3 í viku og í sjónum 3 í viku. Bæði í einu? Já. Þannig þá skipti ég. Syndi fyrst og svo fer ég inn í sána og þar í kannski 15 mínútur fyrir svo aftur út og kæri mig svo inn aftur. Í 15 mínútur og svo út aftur. Þannig ég reyna að gera kannski svona 3 lotur.
eftir sundið. eins og svo vinsælt hérna núna, svona gusur. Já, og svo fyrir ég í gusu líka, já. Já. Skemmtilegt. Ég er meira búin að vera í einbaði, en það er nú bara því að það er ekki sána í Kópavogsveg, þar sem ég fer alltaf. Nei, einbað er líka mjög gott. En mér finnst aðeins fyrir kaldabotinn á milli og svo einbaði í einmitt. Dásamlegt. Bara allt þetta er bara gott. Hiti og kuldi og þessi vígsluböð, það er bara mjög gott. Einmitt. Þetta er bæjahakk. Þetta er bæjahakk. Já. Einmitt. Ég man bara að því ég var krakki þá var pabbi að vinna á heilsustofnun í Hveragerði og ég skildi aldrei hvað þetta vígsluböð var. Það stóð alltaf vígsluböð. Lerböð og svo vígsluböð. Já, þetta er það. Já, þú veist. En hérna því nú varst þú að segja, skilur. Já. En einmitt, þarna hefur verið stundið að smúla fólk að bara reynda fætuna kannski bara upp að njám með ísköldu vatni. Já. Ég veit ekki alveg hvort þið séu alveg að fara onni eða ekki, en hérna, allavega skemmtilegt. Já, þetta er svo gaman að þessu. Já. Ég hef ekkert annað að gera heldur en bara vera að þjóna sjálfur mér, mætti maður halda. En ég gefi tími í þetta. Þetta er forgangsröðunin, manstu. Já. Það er það. Ef við hugsum ekki okkur, þá gera enginn annar. Það er enginn annar sem gera þetta fyrir okkur. Nei, það er nefnilega þannig, sko. En hérna, varðandi mataræði, við erum aðeins búin að tala þú veist, gæði matar og allt og þú ert búin að tala hérna, oljurnar og við erum aðeins búin að fara yfir trefjarnar og af hverju ekki og allt þetta. En prótín finnst mér svo mikið í umræðu að þau séu svo mikilvæg. Hversu mikilvæg myndir að segja þau væri, þú veist, sérstaklega fyrir konur á... Alveg svakalega. Er það ekki? Jú. Bara svakalega mikið og ég sé svo vakalega. En það, og sérstaklega því að ég veit þá, þú veist að því að ég tala við konur og þær eru að fá bara allt og lítið af próteinum. Og sem gæti líka útskýrt eitthvað, þú veist, ykkur ástæður í hvernig þeim líður mörgum, sko, að þeim getur líðið betur. Er það bara því að borða minna kjöt eða? Já, og þegar þeir eru að borða kjöt að borða og lítið af því. Þú veist, og ekki það að ég sé eitthvað að gorta, en ég get alveg borðað, sko, 350-400 gramma ribeye steak í einu en þú veist, konur þar bara til þess að detta næstuðin eru stólnum því ég segi þeim það, ekki það ég sé ætlast til að það gera það sama. En það er sama æfingin kannski. En það er bara, þú veist, það er kannski verið að fá sér mat á disk og það er bara lítið prótein og svo mikið grænmeti og það er veist, ekkert að því að sé mikið grænmeti á disknum. Það er bara aðeins að auka að próteinið sé því að konur þurfa kannski að taka sko, þú veist, að minnstakosti 1 gramm af próteinum per kíló þyngd, líkamsþyngd þarf að segja. Og þannig að ef að það er ég sem er 70, ég er svona, þú veist, er að rokka á milli 73 og 75 kíló, þannig að þá væri það sem að ég þyrfti í próteinum. 73-75 gramm á dag af prótein. En svo er annað, þetta er svona það sem væri grunnurinn. Ég er líka pluss 50, ég meira að segja líka miklu meira heldur en það, þú veist, en bara til að segja að því að pluss 50 þá eykst, þá þurfa konur meira, þegar við erum að eldast þá þurfum við kannski ennþá meira. Ég er 67 að verða í sumar. Þannig að þá, þú veist, bara að taka mið af því, þá veit ég þarf aðeins meira heldur en það. Ég er að lyfta þungu, því ég var að gorta með því líka, þannig að ég er að snatcha hérna 16 kíló af kettlibjöllum, og sem er bara alveg bara ok, skilurðu, og hérna, það þarf prótein í það líka, þú veist, þannig að það bætist alltaf ofan á hjá mér, þörfin á próteinum. Ég ger, þú veist, að æfa 3 sinnum í viku, stundum 4 sinnum og ég gerði alltaf úti, allan ársins hring. Aldrei inni, ég er ekki í neinum þannig líkamsræktarstöð, en við erum í úti líkamsræktarstöð, ég og hópurinn minn. En allavega, þannig að þegar þetta fer að bætast allt saman ofan, þá er ég kannski komin alveg í svona 120 grömm af próteinum á dag. Sem er næstu í 2 gramm per kíló. Já, næstu, já. 8,8 kannski. Já. Og svo þarf ég bara eins að reikna það út, ok, hvað er mikið af próteinum í þessum 200 grömm af fisk sem ég er að borða, eða þessum eggjum, eða þessu, og það sem ég borða ekki baunir,
það fer bara svo illa í mig, þá mín aðal prótein Birgir, eða Birgja, hvað maður segir. Ó, við alveg stólum með líka. Próteingjafi kannski? Gjafi, takk. Próteingjafi frá dýrum, dýrapróteinum. Já. Hvað, ef að konur eiga bara erfitt með að byrja bætin prótein? Þá bara segja æfið ykkur. Já, það bara það. Það bara spurning að þjálfa sig upp í það. Og svo getur verið alls konar ástæða fyrir, þú veist að nei, bara get ekki hugsað mér og allt það. En ég haf haft fullt af konum í stólnum hjá mig, bara í einkaviðtölum, sem að, þú veist, virkilega eru, þú veist, með einkenni á skorti af próteinum. Og hver eru þau einkenni? Það bara, þú veist, alls konar. Það eru, þú veist, meltingarvandamál, það mikil þreyta, það kvíði, þú veist, áhyggjur. Ég veit vel að ég að lýsa, þú veist, breytingarskeiðs einkennunum núna, en þetta ekki það, út af estrogen, skortið, þetta prótein, vöðvarnir, þú veist, það alls konar, húðin, það allt mögulegt sem getur, þú veist, sem eru einkenni. Þreytan og orkuleysið. Þannig að við tökum hérna bara mjög gott samtal það að hvernig hún getur, þú veist, aukið eða hvernig ég get fengið hana til þess að borða meira af til dæmis kjúkling eða meira fisk. Ef hún vill ekki kjöt, þá það fiskurinn og eggin. Við komumst alltaf að einhverju samkomulagi. Ekki satt. Myndirðu segja að taka inn kollagen svo sumir að setja í kaffið sitt eða eitthvað? Er það já, eða taka inn gæða misipróteinduft. Já, alveg hreint. Þá fær maður meira því að kollagenið peptíð. Þó að sé prótein þá það ekki alveg svona þau kannski fylgilt þannig. En þú veist, ég náttúrulega að gera bara alveg matar hvað maður segja, áætlun fyrir fólk sem hjá mér í einkatímum. Þannig við tökum þetta alveg fyrir og reiknum þetta út og hvað átt að borða þessu, hvað átt að borða hinn. Og líka bara, þú veist, ef maður að gera omelettu, að bara bæta við eggjahvítum. Það líka svo sniðugt. Maður með 2 egg og setja bara slatta eggjahvítum líka. Þá færðu fleiri prótína því að eggin eru fitu og prótínrík. Þú vilt ekkert endilega borða 4 egg, skilurðu fyrir suma. Ég borða líka alveg það mikið, sko. En kannski viltu það, veist, ef þú vilt fá fituna úr avokadónu líka, þá kannski bætir inn eggjahvítum og færðu svo gríska jógúrt. Mér finnst alltaf samt, þú veist, ég alltaf svolítið á móti, ekkert á móti, þú veist, að vera að taka, þú veist, rauðurnar í burtu. Já, en ég borða alveg heilegg alltaf, sko. Já. En af því að það svo mikil næring þar, þetta alveg eins og bara, þetta fjársjóður. Af næringu í mjög góð fita og alls konar bara góð efni þarna. Já. Vá, við getum alveg fara inn í aðra kannu og fara að tala um vítamín og steinefni og allt það, sko. En erum við búin að fara svona yfir að helsta? Er eitthvað sem ég að gleyma að spyrja um sem að... Ég held að þetta sé alveg bara komið mjög flott. Búin að fara svolítið góðan hring í þessu. Sko, þú byrjaðir að tala um ótímabæra öldrun. Það hefði verið fyrsta bókin sem þú skrifaði. Ertu ef að enda þar? Hvernig, er þetta allt sem þú ert búin að tala um í þessu viðtali, bara þessi ráð til að yngjast 10 ár? Já, í raun að veru þetta, þessi nálgun sem ég hef á mataræðinu og þegar ég í kannski meira í biohack mataræðinu sem bæði ketoið, og carnivore stundum ég með online námskeið í því, ég sé það bara svo mikil eftirspurn því að fólk hægt að gera það rétt, sko, og undir handleiðslu eitthvað sem veit hvað hann að tala um, sem náttúrulega ég veit. Og í kannski smá tíma. Og í eitthvað tíma og svo skipta í eitthvað annað og bara ræða þau möguleika á því og svona allt það. En þetta í raun að veru allt saman sem að styður við það sem að mín ástríða sem að kannski þessi, hvernig getum við aðeins hægt á eða fyrir ekki dregið úr hraðanum í líkamanum, hvernig hann, þú veist, draga úr hraðanum á öldrunni, þess að ótímabæru öldrun sem að við byrjuðum okkar samtala á. Og ég ennþá að skrifa um það, vegna þess að þetta það sem svo mikið uppi í tíðarandanum
í sambandi við bara, þú veist, rannsóknir og í sambandi það sem að rannsóknar menn, konur eru uppteknir af. Og líka þegar við erum að tala til dæmis bara mikrobiómið. Þannig að Ketoflex ekki síðasta bókin mín sem ég skrifaði. Ég hef skrifaði eina eftir Ketoflexina, en hún heitir Sundhed har ingen alder. Þú veist, 10 árum yngur, 10 Heilsan vikum. hefur engan aldur. Og svo Heilsan hefur engan aldur er síðasta bókin mín sem ekki búið að þýða á íslensku. Þannig að þar fer ég svo, þú veist, það bara eiginlega svona áframhald af því sem að ég svona búin að vera svona byggja upp í gegnum árin frá því að 10 árum yngri kom út. Og sem eiginlega mátti segja áframhald af þessari bók, fyrstu bókin mín. Já, skemmtilegt. Já. Það eitt sem ég hnýti hérna í punktunum mínum sem ég hef skrifað, að þú sagðir einhverju viðtali sem ég hlustaði á, að þú hefðir verið með sykurfíkn. Hver munurinn á sykurfíkn? Veit maður hvenær það orðið fíkn eða hvenær maður bara á erfitt með að breyta matræðinu sínu eða? Ég held að sykurfíknin felst í því að ég held það ekkert, að sko, ég hef verið með sykurfíkn sem að lýsti sér þannig að það var sykur, að ég þurfti að fá sykur hverjum einasta degi. Og þeir sem að ég þekki til sem ég að hjálpa út úr sykurfíkninni, það er þannig. Það er þessi eilífa áreiti frá þessum hugsunum í sambandi það ég verð að fá mér eitthvað. Og það gerist meira að segja líka alveg ósjálfrátt. Þetta er geymt í skápum hingað og þangað og áður maður veita, það sko líka mann fer bara þangað. Til þess að bara næla sér í eitthvað án að hugurinn sko sé að hugsa Þessu ótal margir í þessum sporum. Sko. Já. Það held ég. Það er svo auðvelt aðgengi aðeins, þetta er allstaðar. Já, þetta er allstaðar og þú veist bara fara inn í búð og fá sér eitthvað í leiðinu með að kannski kaupi matinn og áður maður veita að þá er þetta líka komið bara upp í, svo stikkið upp í munnin og leiðinu heim og eða, þú veist, það er hverjum einasta degi er eitthvað, bæði kannski í hugsunleysi held nú ekki en það er líka mann að kalla. Ég verð að fá mitt stash. Og þegar maður kannski reynir að hætta því, kannski einn eða 2 daga þegar maður alveg kannski gera sig grein fyrir því þetta gengur ekki, þá tekst það mjög illa. Af því þetta er fíkn, ég verð að fá mér eitthvað. Þetta er fíknin. Og ég held að það sé mjög og líka þess bara einkennin eftir það. Hvernig líka sykurinn hefur áhrif. Fyrst þessi, mannstu sem við talum á þess að þú veist, dópamínið, við erum svo æðislega glöðum, það er svona eitthvað orka á þessu, þú veist. En svo hérna kemur fer rússíbani niður sko á eftir og niður í þynguna, niður í eitthvað svona hálfgerðan kvíða, viðbrögð í heilanum, heilaþoku og þú veist sem er bara mjög óþægilegar aðstæður að vera í, að fara inn í þetta limbó eða að fara inn í þessa eða eins og glerkrukku sem að bara er mjög óþægileg að vera í að þegar maður bara skynja ekki heiminn sinn. Og þetta þá kemur þetta, ég verð að komast út úr þessu. Og hvernig kemst ég út úr þessu? Jú, ég ætla að fá mér aftur. Ég verð að fá mér til afréttara. Það er svo bara eins og að vera í áfengi eða einhverju öðru, þú veist, eitri. Ég ætla að fá mér afréttara, þá kemur aftur, þú veist. Fá mér eitthvað og sykur kallar meira sykur og sykur kallar meira sykur og þú veist það er svona rússíbani upp og niður maður er að reyna að bjarga sér út úr viðbröðunum sem að heilinn og líkaminn hann sýnir þegar hann vantar efnið. Þannig að ég veit ekki hvort að ég er ennþá kannski beint sykur fíkill. En ég held að það sé að ég get alveg fengið mig sykur í dag og haft stjórn á því. Þannig að ég hef nú kennt sjálfur mér einhvern veginn það eða þjálfa líkamann í það að gera það. En það tekur rosalegan aga. Ég þarf að sýna mjög mikinn aga þarna og viljastyrk að þetta er bara í kvöld, eða hvað nú er, og það verður ekki
það verður ekki svarað á morgun. Skilurðu? Þetta mjög meðvitað ákvörðun hjá mér að já, ég ætla alveg að leyfa mér þetta í kvöld, skilurðu, eða í dag eða hvað nú en það verður, þetta mjög meðvitað. Það verður að vera þannig hjá mér. Og svo annað, eins og við vorum að tala venjurnar áðan í sambandi við sykurinn og allt það, því ég held að sé alltaf snertur svolítið af sykurfíkn, skilurðu, í öllu þessari löngun í sykur, þú veist, því að það þú veist, löngun í, og ef maður hefur löngun í, bara í áfengi, þú veist, hvað það? Ef maður hefur löngun í að fá mér, nú drekki ég ekki sjálf áfengi, en þú veist, ef það væri þannig, ég hef löngun í áfengi á kannski hverjum degi eða eitthvað, það þá orðið eitthvað dúbjus, það eitthvað grunsamlegt, það líka einhver partur af fíkn, eða það, getur það líka bara verið eitthvað mjög gott og heilbrigt ritual sem að sumt fólk með að það fær sér, þú veist, það að koma heim frá vinnu og sest niður klukkan 6 og fær sér 1 rauðvínsglas bara til þess að tala daginn og veginn, hvernig var dagurinn í dag og svona, þú veist, það allt til að, þú veist, ég kann ekki þessi mörk, ég kann ekki að svara þessu, skilurðu. En þetta kannski eins og þú segir, þetta misjafnt á milli fólk, maður þarf bara að skynja sín mörk, hvað hentar mér, hvað hentar þér, hvernig, og líka þegar fólk í þessum spíral, að ég held að gera það alltaf verra ef að viðbrögðin þín alltaf, þú ert að brjóta þig niður fyrir það að hafa fengið þér sykur eða áfengi eða hvað sem það Það sem verður að vera með þetta. Þegar maður búinn að ná því, ekki satt, þegar maður búinn að ná þessu. En það kannski líka mikilvægt að vita af hverju ég að þessu, skilur við. Af hverju, þú veist, hvað markmiðið því að til dæmis að eitt af mínu lífstíls gildum að ég ég sykurlaus eða ég bara, þú veist, sykurlausum mánudagur til laugardags eða til föstudags, þú veist, hvað markmið með því? Jú, vegna að það gott fyrir mig að vera, eða það hefur eitthvað góð áhrif að mig ekki verið í sykri, en þess að ég fæ minni heilaþoku, ég afkasta mér í vinnunni þegar ég ekki með sykur í heilanum eða á heilanum, þú veist, þannig að hvað ertu að fá fyrir að ekki að gera það og hvað ég að fara. Þannig að þetta eru líka ágætar spurningar af því að auðvitað á maður getur verið að brjóta sér niður með mataræði en það þitt val, hvaða pól þú tekur í það. Ég held að það sé líka allt í lagi að vera með einhverja kröfur til sjálfsins án þess að það sé eitthvað að brjóta sér niður, skilurðu, að vera með kröfur. Akkurat, ég bara meina eftir á. Já, ég veit hvað að tala Ég var að taka þetta aðeins lengra því ég veit að það svo margir sem að kannski maður ekki fyrst vera eða veist, passa sig að fara ekki í vera fanatískur, það heyrir maður stundum. En ef ég fanatísk, ef maður kallar það að vera fanatískur að vera sykurlaus eða þú veist, ásetningurinn að vera sykurlaus, þá ég bara fanatísk. Það allt í lagi. Þú veist, þá ég bara það bara smart. Æðislegt. Ég held að við séum bara komin meira en heilan hring. Já, ég held að þetta sé bara fínt. Það búið að vera alveg dásamlegt að spjalla við þig og bara takk fyrir að gefa þig tíma í heimsókninni og Íslandi. Takk fyrir að bjóða, þetta mjög gaman að spjalla við þig. Við erum allir heima á að geyma. Það ekki. Og svo bara hægt að kíkja. Hvar getur fólk fylgst með þér? Bara á heimasíðunni, torbjörghafsteins.is. Já, og Instagram. Þar og fá fréttabréf, maður skrifa sig á fréttabréfa, heitir það ekki, fréttabréfalistan, postlistan. Já, og svo ég á Instagram og undir, ætli það sé ekki, Torbjörg. Ég skal láta það fylgja með þættinum allavega. Já, og Facebook líka, síða sem ég með. Já. Æðislegt. Þannig að þú ert búin að aðstofa mjög marga í gegnum tíðina við að bæta heilsuna sína. Já, ég hef talað margt fólk. Það svo rosalega mikið þakklæti í því, í mínu hjarta. Geta gert eitthvað gagn, það tilgangurinn, manstu. Ég kannast við það. Það bara best í heimi. Já. Æðislegt. Og nú ertu heldur betur búin að koma þessari þekkingu til fleiri með þessum þætti. Þannig að takk fyrir þig. Takk fyrir mig og takk fyrir þig líka.
Kæri hlustandi, mér langar bara að enda þáttinn á því að þakka þér fyrir að hlusta. Og ef þér líkar við þættina, þá þætti mér náttúrulega alveg ótrúlega vænt þú myndir segja einhverjum frá þeim, deila þeim jafnvel. Ef þú deilir, máttu endilega taka Heilsuerla á Instagram. Og svo náttúrulega alltaf hægt að fylgja Facebook-hópnum mínum sem heitir bara Með lífið í lúkunum hlaðvarp. En þar setjum stundum þættina inn örlítið fyrr eða set svona inn á bak við tjöldin við hverja ég var að taka viðtal við eða er að fara að taka viðtal við. Þannig að ef þú ert áhersamur hlustandi þá bara getur þú kíkt á Facebook-hópin og annars fylgistu bara með hérna þegar þátturinn kemur út. Takk fyrir mig.